Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og ég fengi til mín tvo góða félaga úr Hvannadalsbræðrum sem eru nú reyndar líka í öðrum böndum og stússast ýmislegt en þeir verða á græna hattinum um helgina meðan tilvalið að plata þá aðeins í heimsókn, verið velkomnir. Takk. Byrjum á því, þið eru náttúrulega, sko, núna er þetta hvað? Hvannadalsbræður orginalbandi, þetta er alltaf svolítið að taka breytingum. Þetta er rosalega flókið. Já. Maður þarf ofta að hringja bara, ég í þessu hljómsveit sem spila núna? Þetta er alveg frá 3 og upp í 6-7, sko. Já. Er þetta orginalbandi? Já, þetta er eins og þetta byrjaði, sko. Þetta eru lopapeysurnar, sko. Já. Og hérna þæfðu húurnar. Eru þær ennþá til? Nei. Jú, þær eru til eins og þar. Já, en við viljum ekki finna þær. Nei. Það er rosalega hlýtt að spila í ullapeysum með svona þæfða hatta. Þetta er, þið svitnið bara við þetta. Já. En hvernig er búið að vera sumarið? Er þið búin að vera spila út um allt? Nei, ekkert. Ég var fjarverandi. Já. Ég fór í sumarfrí. Já, tókstu bara på því? Já. Það var skrítið. Já. Var það ekkert ósætt í bandinu út frá því? Nei. Það er mjög mikið sætti. Þegar við hittumst sjaldan, þá er bandið alveg í toppstöðu. Já, auðvitað. Það er svo gaman þegar þið hittist. Já. En segja mér, ég er búin að fylgjast með þeir eru báðir í rauninni að ég veit nú reyndar ekki eins og í hversu mörgum hljómsveitum þið eru, en kannski byrjum á þér. Þú ert búin að vera að segja frá nýju bandi, segja mér aðeins frá því. Já, þetta er reyndar kannski ekki nýtt band í rauninni. Þetta er, Hvannadalsbræður voru orðnir náttúrulega bara dansiballhljómsveit. Já. Komnir svolítið langt frá svona upprunanum og þannig að spila bara, dansleikjum, árshátíðum og þorrablótum og svona. Töppuverkynningu. Og hérna, svo komum við saman aftur, 3, ákveðum að fara byrja bara svona frá grunni og fara að gera eitthvað skemmtilegt og þá var bara þessi Hvannadalsbræður á danshljómsveit svona tekin út fyrir mengið sko og sett bara nýtt nafn á það. Já, þannig að Hvannadalsbræður heita í rauninni núna Móðurskipið. Móðurskipið og Hvannadalsbræður er orginali. Já. Þetta getur orðið flókið. Þetta gætur flókið. Já. Þetta á eftir að vera ennþá flókið. Já. Við erum að vinna í því að flækja þetta. Ok. Ennþá meira. Það hljómar vel. Já. En já, Móðurskipið er svona, tók að sér bara þetta dansleikjahald. Ok. Og mun bara halda áfram með því og við förum að spila tónleika, 3. Já, þannig að er þetta þannig að Móðurskipið er vinnan og Hvannadalsbræðin er áhugamálið? Já. Er það? Basically. Þetta er svolítið þannig, sko. Hvannadalsbræður á aldrei þéna neitt. Nei. Svo dansiballhljómsveitir fá stundum pening. Já, kemur fyrir að þið standa straum að ferðakostnað allavega. Já. Við fengum alltaf bara bjór og kannski snakkpoka. Já. Eftir ég hætti að drekka og fekk maður bara mix og eitthvað. Já, þetta var, baðst ekki bara um peningin. Já, nákvæmlega. Þannig að á Móðurskipið, hafið þið þá verið að spila eitthvað? Já, við erum svona að koma okkur í gang. Já. Og já, svona haustið, við gerum lítið í sumar sko, bara allir. Svo er haustið svona tíminn til að fara að keyra þetta í gang. Já. Verður fólk ekki alveg ringlar á það Móðurskipið? Jú, sko, ef að fólki fannst gaman að hlusta á Hvannadalsbræður á balli, þá er þetta bara sama hljómsveit. Já. Og sömu lög. En hefði ekki verið bara ráð að skýra gömlu Hvannadalsbræður Móðurskipið því það er Móðurskipið? Já, veist, ekki flækja. Ekki ruglið það. Við erum búinir að fara í gang. Já. Við höldum að við séum búin að átta okkur á þessu. Við spennum ekki ruglið þetta meira. En þið verður að græna, þú ert síðan, ég sá nú bara gítartösku mynd á Facebooki á þér þar sem þú sagðist þér að fara út í rockið. Já, það er alltaf á haustin, þá þarf maður að finna sér eitthvað að gera og þegar það er skafrenningur og leiðinlegt veður, þá þarf maður að hafa eitthvað að dunda því. Summið með mér í því, sko. Við summirum eiginlega alltaf saman í öllu svona. Já. Það er bara svona, við erum alveg hóparliði sem ætla að hittast í vetur og búa til hávaða. Við erum að tala um, það er þessi. Kannski ekki, en svona meiri hávaða á læti heldur en Hvannadalsbræður. Og svo er náttúrulega ekki alltaf í líka hljómsveit sem heitir Heflarnir. Já, auðvitað. Já, það er ein hljómsveitin. Það er svona gamli kallar sem hittast líka á þriðjudagskvöldum og við gerum stundum ekki neitt, sko. Það er elsti þar, sko, er bara, hann er búinn að deyja einu sinni. Hann er svo gamall. Hann er nálgast 70, sko. Já. Hann dó inn í penna fyrir 2-3 árum. En hann komst nú í gang aftur, sem betur verð. Við myndum ekki nenn að hafa hann ef hann væri döður. Færa lykt á hann. Já. En þannig að þú ert bara í Móðurskipinu, Hvannadalsbræðrum og þessu nýja, sem er ekki búið að semja eða búið til nafn. Svo er ég reyndar
Killer Queen líka, Queen coverbandinu. Já, auðvitað, með Magna og, já. Ég er líka dægulega pöngljónstin í húi. Já, dægulega pöngljónstin. Þetta er fullt af hérna. Það í rauninni. Svo erum við að byrja að skipuleggja jólatónleika aftur, Norðurljós sem við vorum með í fyrra. Já. Það er heljarnaverkefni, það er alltaf eitthvað að gera, sko. Já. En svo sagt, Græni hatturinn á laugardagskvöldið klukkan 10. Já. Mæta samt í röð fyrir að fólk vitna á sætum. Það er klassík. Við erum að fara að spila bara alveg ótrúlega skemmtilegt prógram. Já. Við vorum náttúrulega að gefa út plötu á þessu ári. Já. Sem við hefum svo sem ekkert verið að flagga að gefa mikið. Nei, við glemdum að segja frá því. En við ætlum að spila svona nokkur lög af henni og annars bara svona... Svo bara gömlu plötum. Gömlu góðu. Þetta var plata nr. 7, við áttum okkur á því alltaf. Já. Gefa út 7 plötur. Við höfum alltaf eitthvað að gera svona. Vel gert. Ekki annað en þetta. Þetta getur ekki klikkað. Nei, þetta verður stórgaman. Já. Takk fyrir komuna, herramenn. Takk fyrir okkur. Og með þessu þá ætlum við að kveðja úr föstudagsþættinum að þessu sinni. Góða helgi.